514. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 klukkan 17 þann 7. febrúar 2017. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Eysteinn Eyjólfsson, Kristján Jóhannsson, Davíð Páll Viðarsson, Gunnar Þórarinsson, Kristín Jakobsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Magnea Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni. Það eru 6 mál á dagskrá fundarins, en þau eru númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 19. og 20. janúar og 2. febrúar. Númer 2 fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 17. janúar. Númer 3 fundargerð barnaverndarnefndar frá 23. janúar. Og númer 4 fundargerð fræðsluráðs frá 27. janúar. Númer 5 fundargerð velferðarráðs frá 30. janúar og númer 6 breyting á skipan fulltrúa í menningarráði. Og áður en ég gef orðið laust fyrsta dagskrárlið, þá ætla ég að leggja hér fram bókun sem að bæjarfulltrúar hafa allir sameinast að leggja fram og varðar innanlandsflugið eða athugun á möguleikum tilfærslu á innanlandsflugi frá miðbæ Reykjavíkur eitthvað annað. Og bókunin svo hljóðandi. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar lýsir furðu sinni á því að ekki hafi verið kannaðir kostir þess að flytja innanlandsflugi til Keflavíkur. Nú hafin vinna við að skoða kosti þess að flytja innanlandsflugið í Hvassahraun sem aðeins í 20 mínútna fjarlægð frá Keflavíkurflugvelli. Það ljóst að verði af slíkri framkvæmd mun hún kosta 20 milljarða. Það getur varla talist réttlætanlegt þegar hægt væri að koma upp aðstöðu fyrir innanlandsflug fyrir brot af þessum kostnaði. Svokölluð Rögnunefnd fékk það verkefni að skoða aðra kosti fyrir innanlandsflug en í Reykjavík. Útilokaði einhverja hluta vegna Keflavíkurflugvöll sem valkost. Ástæður þess liggja ekki fyrir og slíkt getur varla talist eðlilegt þegar svo mikla fjármuni að ræða. Kostir þess að flytja innanlandsflugi til Keflavíkur eru hins vegar augljósir út frá fjárhagslegum sjónarmiðum. Á það hefur verið bent að dreifa þurfi ferðamönnum landið vegna átrónings á ákveðnum stöðum. Með tengingu innanlandsflugs og millilandaflugs verður slíkt mögulegt í auknum mæli. Á Suðurnesjum til staðar sjúkrahús sem gæti sinnt ákveðnum hluta sjúkraflugs með litlum breytingum og því ætti öryggisatriðum að vera fullnægt. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skorar því á hlut aðeigandi að skoða verði kostir þess að innanlandsflugið fari til Keflavíkurflugvallar samhliða athugun á öðrum kostum. En orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Böðvar Jónsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir. Ég ætla aðeins að fá að gera umfjöllunarefni annað mál í fundargerð bæjarráðs frá 19. janúar 1108. fundi þar sem að til umfjöllunar var samningur við Thorsil og í því máli þá greiddi ég atkvæði gegn samningnum og ég vildi aðeins fara hér yfir það. Af hvaða ástæðum það var gert. Við fórum yfir þetta áður. Þetta var sem sagt að dagskrá bæjarráðs áður og það sem mér fannst kannski ekki koma nú skýrt fram. Það var hvert raunverulegt andlag þessa máls væri, það að segja hvert var upphafið að þessu máli og hver óskaði eftir því að þetta væri gert. Vissulega hafði umfjöllun málið farið fram í hafnaráði hafnarstjórn en við óskuðum eftir því að fá umfjöllun þetta mál og ég reyndar ræddi það hvort það mögulegt væri að fá þá fulltrúa fyrirtækisins til að koma og gera grein fyrir þessu máli en af því var nú ekki. Það var hins vegar nefnt að þarna væri væntanlega verið að reyna að auðvelda fyrirtækinu fjármögnun
sem að mér finnst í sjálfu sér jákvætt en hefði þá þurft að koma skýrar fram og ef að svo var, ef að þetta var gert til þess að auðvelda fjármögnun að þá finnst mér eðlilegra að þessi samningur hefði verið tímabundinn, það er að segja ekki til framtíðar, heldur þá á meðan að verið væri að fjármagna fyrirtækið. Í þessu tilfelli þá sé ég ekki betur en það sé verið að gera samning til framtíðar þar sem að höfnin er skuldbundin til þess að eiga samskipti við þriðja aðila í öllum svona meiri háttar málu sem að varða þetta fyrirtæki. Hver skipti sem að við þurfum að eiga samskipti við Thorsil til framtíðar að þá þarf að jafnframt að tilkynna þriðja aðila eða fjármögnunar aðila, bankanum, þau atriði og mér finnst að slíkt hefði ekki átt að vera framtíðarmál, heldur gæti það átt sér stað rétt á meðan að við værum að vinna að fjármögnunni eða fyrirtæki væri að vinna að fjármögnunni, hugsanlega á meðan að fyrirtæki væri að koma sér fyrir og byggja upp, en eftir að svona rekstur fyrirtækisins er hafinn er eðlilegt að samskipti hafnarinnar og fyrirtækisins séu bara milliliðalaus og án tengsla við þriðja aðila. Nú, það var líka rætt það í bæjarráði og svona kom upp vangaveltur það hvað gæti gerst ef að illa gengi í rekstrinum. Í þessum samningi er fjallað möguleika fjármögnunaraðilans til þess að ganga inn í rekstur, taka yfir rekstur án þess að hefðbundið svona uppboðsferli eða gjaldþrotaferli væri að ræða og í því veltu menn því upp hvort að og hvernig undirverktakar og birgjar og aðrir fengju uppgjert. Vissulega það svo að í gjaldþrotaferli geta menn alltaf lent í því að tapa sínum kröfum en þá væri það að minnstakosti ekki verið að gera það með einhverju sérstöku samþykki bæjarins. En að minnstakosti voru þetta vangaveltur sem komu upp og kannski ekki fengust nein sérstök svör við í umfjöllun bæjarráðs. Mér finnst að í þessu tilfelli hefði verið eðlilegra að það lægi fyrir svona faglegt mat óháðs aðila. Það geta verið mat lögfræðings á því hvaða áhrif svona samningur gæti haft bæða rekstur hafnarinnar og rekstur bæjarins til framtíðarlitið. Hugsanlega eru þau ekki nein en þá hefði það bara komið fram í slíku áliti en þarna lá ekki fyrir neitt sérstakt álit. Það helsta sem að þarna kom fram var að sambærilegir samningar hefðu verið gerðir annar staðar og það voru svona munnlegar upplýsingar sem lágu fyrir það að sambærilegir samningar hefðu verið gerðir víða annar staðar og það má vel vera en það segir hins vegar ekkert það hvort að þetta séu jákvæðir samningar fyrir höfnina eða ekki. En það hefði verið æskilegt að slíkt hefði legið fyrir. Nú svo í síðasta lagi þá kannski hef ég svo sem ítrekað sagt að ég gert það oft og áður að mér finnst alltaf neikvætt þegar samningar íslensks sveitarfélags eru gerðir á ensku. Mér finnst það eðlilegt að íslensk höfn með aðkomu íslensks sveitarfélags sem gerir samning við íslenskt fyrirtæki rekstur í íslenskri höfn og þriðji aðilinn er íslensku banki að slíkur samningur sé bara gerður á íslensku og það sé íslenska útgáfan sem gildir en það sé ekki verið að gera samning á ensku og íslensku og það sé sérstaklega tekið fram að ef að missæmi í textanum að þá sé það enska útgáfan sem gildir. Ég gerði oft athugasemdir við þetta er svona staðlaðir samningar sem koma oft frá þessum bankafyrirtækjum. Ég gerði oft athugasemdir við þetta þegar ég var formaður bæjarráðs og reyndi að láta breyta þessu held ég nánast í hvert skipti sem að svona kom fram en að minnstakosti í þessu tilfelli verið að gera samning bara við íslenskt fyrirtæki og íslenska banka og það er engin ástæða til þess að hafa samningin sérstaklega á ensku og taka það fram að hann gildi ef að missæmis gætir. Þannig svona að þessu öllu samanlögðu þá var það niðurstaða mín að greiða málun ekki atkvæði. Mér fannst svona hefði mátt vanda betur til verks í þessu
fá frekar skrifleg álit frekar en munnlegar upplýsingar og þess vegna greiddi ég atkvæði gegn honum. Ég vona að þessi samningur hafi ekkert slæmt í för með sér og mun ekki leiða til neins neikvæðs fyrir sveitarfélagið, en til þess að geta samþykkt málið þá hefði ég viljað fá betri og ítarlegri umfjöllun. Takk fyrir. Eysteinn Eyjólfsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrstu vil ég fagna framkominni ályktun á bókun allra bæjarstjórna Reykjanesbæjar varðandi innanlandsflugið og þörf á því að gera alvöru úttekt á því. Ég tek líka undir ályktun Heklunar, stjórnar Heklunar frá 20. janúar sem er í 7. máli 110. fundi bæjarráðs, þar sem þeir álykta það sama. Ég hef lengi verið talsmaður þess að innanlandsflugi eigi að koma hingað suður og í það minnsta að hér sé gerð alvöru úttekt og við séum teknir alvarlega sem kostur, en það eru við langbesti og skynsamasti kostur. Það þarf svo sem ekki að hafa fleiri orð heldur en þau sem koma fram til dæmis í ályktun Heklunar eða þessari ágætu bókun sem við erum að sameinast öllum hérna í bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem alltaf ánægjulegt hefur sameinast góð mál. En það er bara aðeins að vitna í 2 punkta kannski. Það er fyrsta lagi það eins og kemur fram í ályktun Heklunar, stjórnar Heklunar, að ekki þarf að ráðast í miklar framkvæmdir á flugvöllunum sjálfum til þess að taka við innanlandsflugi. Við þekkjum þetta og vitum það alveg að völlurinn getur tekið við þessu án mikilla breytinga. Og svo vil ég líka rifja fyrir okkur öllum sem í bæjarstjórn eru og íbúum Reykjanesbæjar og öðrum að við erum núna að ljúka við endurskoðun á aðalskipulagi þessa vikurnar sem er að renna út, það er rennin út upplýsinga og auglýsingafresturinn og við erum komið með athugasemdir sem við erum að fara að vinna úr starfshópurinn. En það er gert ráð til dæmis fyrir stoppbraut sem liggur alveg frá Reykjanesbrautinu upp að Háaleitislaði, þar sem að tilvalið væri til dæmis að koma fyrir innanlandsfluginu að öllu leyti eða hluta. Þannig að það er ekkert því til fyrirstöðu að taka við innanlandsfluginu hingað suður eftir. Hitt málið sem ég vil taka upp og ræða er úr 1108. fundi bæjarráðs, 5. mál, það er fundagerð Kölku, sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja. Þar í 1. mál hjá þeim á dagskrá var það að þeir fengu til sín aðila og voru að skoða mögulega leiðir til að athuga með flokkun úrgangs og heimili, aðferðir og leiðir. Og þeir eru greinilega að skoða þetta hjá sorpinu, hjá Kölku segi, hvaða leiðir þetta fara til þess að hvetja og breyta hvernig því við Suðurnesjamenn höndlum heimilissorp. Á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsráðs, þann 10. janúar, þá ákváðum við semst að hefja stefnumótunarvinnu í Uskráði í samráði og samvinnu við nágrannasveitarfélögin okkar það hvernig við getum fara að flokka og endurvinna í miklu meira mæli sorp frá heimilum. Við erum að vinna núna minnisblað umfangið og tillögur og stöðuna. Ætlum að skoða það á næsta fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar 14. febrúar. Framhaldinu ætlum að ýta á eftir að Reykjanesbæjar ásamt nágrönnum okkar gerum bragarbót í þessum málum. Við þurfum að ýta okkur inn í 21. öldina þegar kemur að sorpflokkun og endurvinnslu. Við erum að gera mjög mikið af góðum hlutum í Reykjanesbæ og Suðurnesjum. En þetta er eitthvað sem við getum bætt okkur í. Það eru skýr skilaboð frá íbúum bæjarins og krafa það að við förum að flokka í auknum mæli. Við vorum núna rétt bara nýverið áðan að renna yfir könnun, vísbendingar sem komu frá Capacent það að það er hægt að gera mun betur. Það er krafa frá bæjarbúum og Suðurnesjum öllum að gera mun betur og við munum gera betur og hvet ég bæjarstjórn alla til að taka vel við áskorun umhverfis- og skipulagsráðs og leggjast á árarnar með okkur að breyta málum í sorpflokkum og endurvinnslu í Reykjanesbæ.
Kristinn Jakobsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég tek heils hugar undir þau orð sem að bæjarfulltrúi Böðvar Jónsson talaði hér áðan varðandi þennan samning við Arion banka, þennan þríliða samning. Það þarna bæði íþyngjandi og margt ómögulegar greinar í samningnum sem að ég get bara ekki skrifað undir og bókaði það í fundargerð að ég gæti ekki sett mig með þessum samningi. Og ég tek fyllilega undir orð Böðvars og segja þetta, og það er engin afsökun að segja að það eru margir samningar og það er allir að skrifa undir þetta. Þetta er bara ekki góður samningu fyrir Reykjaneshöfn. Það kostar hans helling. Hann þarf að Reykjaneshöfn, ef það er einhver ákvæði eða einhver skilaboð sem að Reykjaneshöfn þarf að koma til Thorsil og þá þarf það að fara fram á ensku og það þarf að vera lögfræðingur sem að semja það. Mér finnst þetta bara algjör óþægilegt. Ef það væri kostnaðarþátttaka bankans þetta þá kannski myndi ég skilja það, en ég næ ekki af hverju við erum að skrifa undir svona íþyngjandi samning fyrir höfnina. Innanlandsflugið, það er gott og gilt að við skulum vera að skrifa undir þessa ályktun og ég er fyllilega sammála henni og skrifa undir hana og ég bara lýsi yfir að meira sé að oddviti borgarstjórnarflokks Framsóknar og flugvallarveina í borgarstjórn Reykjavíkur. Hún er mér sammála það að verði flutningurinn ákveðið að taka innanlandsflugið frá Reykjavík að þá er Keflavík besti kosturinn. Og ég held að allir skynsamir menn og konur, þeir sjá það í hendi sér að það er svoleiðis. Það er langbesta staðsetningin fyrir innanlandsflugið Keflavík. En það er ekki alltaf skynsemi sem að ræður för í þegar það eru aðrir hagsmunir. Kannski eins stórs félag sem sér leika borði að nýta sér aðstöðuna. En ég tek heils hugar aftur undir orð sem að Böðvar lét til falla áðan að þetta er ómögulegu samningur sem við erum að láta skrifa undir. Davíð Páll Viðarsson. Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langar bara aðeins að koma upp og fara yfir þetta nokkra punkta varðandi þennan samning. Þetta er náttúrulega sem ræðir er þríliða samningur milli Arion banka, Thorsil og Reykjaneshafnar. Og þetta er upplýsingagjöf og samskipti í tengslum við uppbyggingu á Thorsil-verkefninu í Helguvík. Í upplýsingagjöfinni felst að Reykjaneshöfn upplýsir Arion banka fyrir hönd lánveitenda ef einhverjir misbrestir verða á í samskiptum milli Reykjaneshafnar og Thorsil. Í hverju sá misbrestur hvort Reykjaneshöfn ætli að beita einhvers konar viðurlögum og ef svo í hverju þær viðurlögum falast. Í samskiptunum felst að Reykjaneshöfn heimilar Arion banka fyrir hönd lánveitenda að stíga inn í samning Thorsil við Reykjaneshöfn, hverfi Thorsil af einhverjum orsökum frá verkefninu. Lögfræðistofa Suðurnesja og stjórnsýslusvið Reykjanesbæjar vann málið með okkur og það er ekki annað hægt að sjá en að samningurinn styrkir stöðu Reykjaneshafnar varðandi uppbygginguna og ekki sjáanlegt að í honum falist einhver fjárhagsleg áhætta. Sambærilegir samningar eru milli Arion banka, Thorsil og annar aðila sem koma að verkefninu, svo sem orkuseljendur, hráefnisaðilar, afurðakaupendur og eftir að því sem ég best veit þá eru 9 slíkir samningar í gangi hjá Thorsil. Þannig að ég vil allan að koma upp og fjalla aðeins þessa punkta sem ég tók saman innihald þessa samnings. Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég er nú eiginlega komið upp á Davíð Stál Glæpnum en ég er nú ekki alveg sammála félögum mínum
sem hér hafa talað varðandi þennan samning. Markmið þessa samning að tryggja alla hagsmunaaðila sem koma að þessu verkefni og þar með talið starfsmenn, Reykjanesbæ, Byrgja, Orku, framleiðendur og fleiri. Við fengum líka, því að maður nefndi hérna lögfræði álit, við fengum, það var utanaðkomandi aðili, lögfræðingur, sem kom að málinu með höfninni og taldi að þessi samningur myndi ekki á einn en einn íþyngja Reykjanesbæ. Ég tel nú sjálfur oft á tíðum að sveitarfélagið halda sér frá svona hlutum en mér fannst þetta verkefni aftur á móti mér finnst þetta vera góður samningur og mér finnst hugsunin á bak við samningin að tryggja alla hagsmunaaðila í þessu verkefni ef til þess kemur að fyrirtæki stoppar sé jákvætt. Líka það að þetta líka á neinn hátt íþyngjandi fyrir okkur, fyrir Reykjaneshöfn eða Reykjanesbæ. Þannig að ég sé ekki neitt að þessu sem ætti að skaða okkur. Og ég skil kannski ekki alveg umræðan að þetta sé vandamál að láta bankan vita ef það verða vanskil hjá okkur. Ég skil ekki það skuli vera erfitt, sko. Því að það það sem við gerum leiða inn heimum bankan okkur ef einhver borgar ekki hlutina sína. Og við höfum öll tök á að stoppa öll samskipti við höfnuna hvenær sem er. Þannig að ég fullkomlega sammála þessu samningi. Magnea Guðmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, ég vil nú bara fagna þessum góðum umræðum. Hér stórt mál á ferðinni. Böðvar fór ágætlega yfir hans sjónarmið og hann svo sem situr í bæjarráði, ég gera það nú ekki sjálf en ég hef lesið þessa samninga fyrst ensku útgáfuna og svo íslensku. Fyrir mitt leyti þá get ég ekki samþykkt þennan samning með þær upplýsingar sem ég hef og mér finnst einnig, ég vil ítreka, mér finnst svolítið svona skítur skökku við að ég ráðandi eintak sé á ensku. Ég ágætis ensku manneskja sjálf, ég skildi þennan enska samning ekki fullkomlega og mér finnst eitthvað ekki alveg rétt við svona þríhliða samkomulag að Reykjanesbæ sé að fara inn í það. En við vonum auðvitað að verkefni verði farsælt eigi síður. Takk. Kristinn Jakobsson. Forseti, já. Hvað er ég ósammála í mestu leyti? Það er grein 7 í samningnum, við ætlum bara að tína hann til. Í grein 7.1 að allir samþykkja það sem Arion banki sé heimilt að útnefna einn eða fleiri framsalshafa sem kom í stað Thorsil í lóðar- og hafnarsamningi. Höfnin hún verður að hafa einhver tök á því að hafa skoðun eða samþykkja eða hafna framsalshafa ef Arion leysir félagið eða starfsemina til síns. Hljótum að gera þá kröfu. Það sé ekki bara hvers sem farið þarna inn og taki yfir. Í grein 7.3.5 kemur fram að sérhver framsalshafi sem útnefndur af Arion banka skuli vera stofnaður í OECD-ríki og samkvæmt starfsemi þess reynslu og fjárhagsstöðu vera hæfur til að taka við réttindum og skyldum Thorsil, samkvæmt lóðar- og hafnarsamningnum. Og maður spyr þá, þarf Reykjaneshöfn ekkert að meta þennan framsalshafa? Á mati alfarið að fara fram á Arion banka? Hvað myndu meta einhvern aðila sem hæfan og fjárhagslega sterkan sem Reykjaneshöfn væri á allt annarri skoðun með? Í grein 7.3.6 segir að höfnin sé ekki heimilt að halda fram neinum réttindum eða kröfum gegn Arion banka á grundvelli útnefningar framsalshafa og svo framvegis. Hvað tímabil hjá Arion banka fer langt úr hófi fram og þeir leystu til sín félagið og eru með það í sölumeðferð í nokkur ár. Á þá höfnin bara að bíða og krefjast einskis. Nei, þetta getur ekki verið í samræmi við það sem aðra skuldbindingar hjá höfninni. Að semja svona ákvæði. Það getur ekki verið það. Og þetta eru aðal ástæðurnar fyrir því að ég get ekki skrifað undir þennan samning.
Kristján Jóhannsson. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég hef nú alltaf lagt mig fram með það að virða sjónarmið annarra varðandi ýmis mál, en ég held hreinlega að hér sé ykkur misskilningur á ferðinni. Samningurinn er vissulega ensku. Ég get alveg tekið undir það með bæjarfulltrúa Böðvari að vissulega væri það æskilegra að þessi samningur væri á íslensku. Hitt er annað að þegar að Hafnarstjórn fékk þennan samning upphaflega, þá var hann eingöngu á ensku. Og Hafnarstjórn samhljóða senda hann tilbaka og óska eftir því að fá hann þýddan á íslensku til þess að menn gætu sett sig aðeins inn í málið, vegna þess að vissulega er það þannig að samningar sem gerðir eru á ensku eru viðskiptasamningar og mjög flókinni ensku sem er viðskiptamál sem er ekkert á allra færi. Þannig að samningur var þýddur og stjórn hafnarinnar settist á fund í september, eða í lok ágúst, byrjun september. Ég var því miður ekki á þessu fundi, kallaði til varamann vegna anna á öðrum vettvangi, en Hafnarstjórn las þennan samning yfir, lið fyrir lið, fékk aðstoð frá lögmanni hafnarinnar, fékk aðstoð og túlkun frá stjórnsýslusviði Reykjanesbæjar. Með því var samningurinn samþykktur einróma í stjórn hafnarinnar. Þar sitja 2 sjálfstæðismenn. Þeir gerðu ekki neinar efnislegar athugasemdir við þennan samning, sem þeir hefðu þá kannski átt að bera inn í stjórn hafnarinnar, vegna þess að vissulega er stórt mál að ræða. Það er mjög stórt mál er varðar fjármögnun Thorsil á þessu verkefni. Og það er ekkert launungamál að Reykjanesbær hefur gert ráð fyrir því í sínum framtíðarplönum að þessi verksmiðja muni rísa, sem á United Silicon. Það hefði kannski verið ágætt að hafa svona samning við United Silicon þegar að stað var farið með það verkefni. Það að Arion banki sé milliliður í þessu máli, þeir eru að fjármagna verkefni fyrir Thorsil. Þeir koma að fjármögnuninni og við getum alveg farið í alls konar útskýringar á því að okkur finnist óeðlilegt að þriðji aðili sem fjármagna verkefnið hafi yfir höfuð eitthvað það að segja hver rekur verksmiðjuna ef að í harðbakka slær hjá Thorsil, sem við skulum vona gerist ekki. Þannig hér finnst mér þrátt fyrir það, ég er ekki sammála því að þessi samningur sé ekki þess virði að það sé ekki hægt að skrifa undir hann. Ég lít svo á að þetta sé mjög góður samningur vegna þess að hann kláraði ákveðið óvissu þátt sem voru hér í fréttum alltaf það að stjórn hafnarinnar væri að veita Thorsil eilífa fresti á fjármögnunina. Það var eilífir frestir gefnir og það var slegið upp hér í fjölmiðlum að enn eitt frestunum væri komin út af fjármögnun Thorsil og þeir stæði ekki við ákveðnar skuldbindingar. Þessi samningur sló á það því að nú liggur fyrir hvernig þeir ætla að fjármagna verkefni. Og þá er alveg óþarft að gera lítið úr því að stjórn hafnarinnar og síðan með fulltingi Reykjanesbæjar hafi samþykkt þennan samning þótt á ensku sé. Því það er verkefnið sem skiptir máli, er það ekki? Það er verkefnið að því verði landað farsælega, það er það sem skiptir öllu máli. Að Thorsil hafi getað fjármagnað verkefni með hjálp Arion banka, það er það sem skiptir máli. Við viljum halda því verkefni áfram vegna þess að það er það sem að máli skiptir fyrir fjárhag Reykjanesbæjar. Og þá ber líka að fagna því í dag af Umhverfisstofnun út starfsleyfi með breyttu sniði. Umhverfisstofnun hlustar á athugasemdir íbúanna og setur strangari skilyrði fyrir starfsleyfi Thorsil heldur en gert þar við United Silicon. Því ber að fagna. Því ber að fagna. Það raddir íbúanna höfðu þau áhrif að Thorsil eru settar strangari reglur það hvernig þeir ætla að kveikja upp í sínum ofni varðandi hita á ofnunum og bökun ofnsins. Þetta skiptir máli. Og það ber líka að fagna því að þrátt fyrir allt þá er kannski vitund bæjarbúa gagnvart umhverfismálum orðin aðeins meiri núna en við verðum samt sem áður að hlíta leikreglum.
Því það er ekki hægt að stoppa verkefni, það er verra að stoppa verkefni þegar framkvæmdir eru hafnar heldur en þegar þær eru á undirbúningsstigi og það er hægt að gera athugasemdir. Ítreka það, þessi samningur var samþykktur af stjórn hafnarinnar, athugasemdalaust og stjórn hafnarinnar var ánægð með það að þessi samningur skyldi nást og það var ekki kastað til höndunum við að gera þessa samning. Hann var lesinn yfir, hann var þýddur á íslensku þótt að samningurinn sem síðan var undirritaður sé á ensku. Aðeins varðandi flugvallarmálið og bókun bæjarstjórnar innanlandsflugið þá verður það að teljast hálffurðuleg vinnubrögð af hálfu eða í starfslýsingu svokallara Rögnunefndar að nefndinni var ætlað að fjalla alla mögulega valkosti varðandi innanlandsflug nema Keflavíkurflugvöll. Það er í rauninni fáránleg vinnubrögð að það mátti ekki gera Keflavíkurflugvöll sem valkost í störfum þessara nefndar. Ég þeirra skoðunar og búin að vera það lengi og hef ekkert legið á þeirri skoðun minni að það er 3 valkost að ræða varðandi innanlandsflug. Að flugvöllurinn verði þar sem hann er, í breyttri eða óbreyttri mynd. Að innanlandsflugi verði fært til Keflavíkur eða þá að það verði fundinn 3. staður fyrir innanlandsflugið. Það er ólíklegasti og sísti kosturinn. Líklegast þykir mér að í næstu árin verði innanlandsflugvöllurinn þar sem hann er, í breyttri mynd, þangað til að menn uppgötva það að það er þegar hafið innanlandsflug frá Keflavík milli Keflavíkur og Akureyrar og nýjung sem að Flugfélag Íslands býður upp á frá og með núna lok febrúar að menn geta innræta sig á Akureyri í flug og flogið þar að morgni til klukkan 4 á morgni, lent í Keflavík og komist beint í flug. Ég held einfaldlega að tíðarandinn og samfélagi breytir sjálft venjum sínum varðandi innanlandsflugið og á endanum þá færist innanlandsflugið á þann stað en við þurfum líka þá að krefjast betri samgangna á milli Suðurnesja og höfuðborgarsvæðisins. Reykjanesbrautin er að 2/3 kláruð en það þarf að klára hana alla leið og það þarf líka þá að efla samgöngubætur innan Reykjavíkur en bókuninni fagna ég. Jónsson. Virðulegi forseti, aðeins bara í kjölfar á þessar umræðu þá vil ég nú ítreka það var enginn að gera hér athugasemdir við vinnubrögð hafnarstjórnarinnar að gera lítið úr hennar störfum eða þeim samningi sem hér liggur fyrir. Það er verið að segja að ég tel að það hefur verið æskilegra að fá meiri upplýsingar inn í bæjarráð þegar við vorum að fjalla þetta mál. Lögmaður hafnarinnar var vissulega að vinna með hafnarstjórninni og hann var að vinna samkvæmt þeirri forskrift sem að hafnarstjórnin setti, það er að segja að vinna því að gera þennan samning en hann lagði hins vegar ekkert fram neitt sérstakt álit á því hvort að samningurum væri íþyngjandi eða kæmi sér illa eða vel fyrir höfnina. Sé nú reyndar ekki hvernig hann kom sér vel fyrir höfnina, frekar það að hann valdi höfninni svona óþarfa vinnu sem að gæti verið betra að sleppa við svona til lengri tíma. Það var heldur enginn að tala að stoppa neitt verkefni. Eins og ég sagði hér í minni fyrri ræðu, þá sagði ég að það mætti vel vera að þetta hefði orðið niðurstaðan svo að samþykkja samningin en upplýsingarnar sem lágu fyrir voru einfaldlega ekki nægilega miklar til þess að geta gert á þessum tímapunkti. Þannig að vonandi verður þetta nú allt í góðu lagi en svona æskilegra hefði verið að þetta mál hefði haft annan aðdraganda, annan og betri og meiri upplýsingar sem að menn hefði haft til þess að geta tekið málið fyrir. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvatt sér ljós. Herra bæjarstjóri, fyrirgefðu. Ég var ekki búinn að gefa það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að
koma hérna inn á 2-3 önnur mál en þau sem hafa verið hér til umræðu í dag. Í fyrsta lagi á fundargerð 1110. fundar bæjarráðs frá 2. febrúar síðastliðnum. Í öðru máli það eru ársskýrslur sviðsstjóra og forseta bæjarstjórnar og formanns bæjarráðs voru lagðar fram og bæjarráð þakkaði greinargóðar skýrslur og ég vil taka undir það hér og þakka þeim sem að skiluðu þessum skýrslum sínum inn fyrir þær. Ég held að það sé gott fyrir okkur, þetta er í annað sinn sem þetta er gert með þessum hætti. Það sé ágætt fyrir kjörna fulltrúa að fá svona yfirsýn og rapport frá sviðsstjórunum og tölfræðina úr bæjarstjórn og bæjarráði. Þetta sé svona liður í því að veita betri og meiri upplýsingar til kjörinna fulltrúa og þar með eru þessar skýrslur orðin opinber plögg og það geta þá ef einhverjir fleiri vilja lesa eða kynna sér það sem að helst hefur verið á döfinni hjá þessum aðilum að þá sé það hægðarleikur. Þetta er bara liður í því að veita meiri og betri upplýsingar. Nú í 6. máli sömu fundargerð, ég fagna þessari bókun eða ályktun fundarins hér innanlandsflug í Hvassahrauni að þá var á þessum stjórnarfundi í Heklunni það sem þetta mál var rætt og þessi umræða sem að hér fer fram í dag byggir á. Þar fóru fram umræður að sjálfsögðu málið og var á endanum var ákveðið að ítreka bókun sem að samband sveitarfélaga á Suðurnesjum aðalfundur SSS hafði lagt fram áður og það er í rauninni sú bókun og sú samþykkt sveitarfélagana allra á þeim tíma sem að við erum að vekja athygli á og viljum byggja á. En hún er mjög almennt orðuð en fín, segir bara nákvæmlega það sem að segja þarf. Það sem að það eru nokkur atriði í þessu máli sem að okkur finnst ástæða til þess að draga fram. Í fyrsta lagi þá verði af þessum hugmyndum í Hvassahrauni að þá þarf náttúrulega að eiga sér eitthvað formlegt samtal við sveitarfélögin á Suðurnesjum. Það þarf að eiga sér stað. Það formlega samtal hefur ekki átt sér stað ennþá. Málið komið þetta langt og það hafa átt sér stað samtöl á milli sveitarfélagsins Voga og einhver aðila í hinum megin, hinn enda borðsins. En það hefur ekki verið gert með formlegum hætti að því er bæjarstjóri í Voga tjáir okkur. Hann sat þennan fund í stjórn Heklunar og er náttúrulega í erfiðri aðstöðu af því að þessi flugvöllur hann er að miklu leyti og nær öllu í landi Voga. En í fyrsta lagi þá er það þetta formlega samtal hefur ekki átt sér stað og ég held að borgaryfirvöldu þætti skrítið ef við værum að láta mæla og fljúga inn og gera aðflugsprófanir og eitthvað í landi Reykjavíkurborgar og hefðum ekki átt formlegt samtal við borgaryfirvöld. Það myndi örugglega valda einhverjum áhyggjum eða þykja skrítið, svo ekki sé nú meira sagt. Í öðru lagi þá er þessi flugvöllur fyrirhugaður eða þessar hugmyndir staðsetning vallarins er á vatnsverndarsvæði okkar og það er vitað og margrannsaka og fyrir löngu að mikið og stór hluti af neysluvatni okkar Suðurnesjamanna kemur af Bláfjallasvæðinu og rennur þarna undir þessu svæði og að setja flugvöll á vatnsverndarsvæðið okkar er náttúrulega eins og einhver hefur sagt, það er náttúrulega bara galin hugmynd. Og í þriðja lagi að þá þyrfti að breyta svæðisskipulagi Suðurnesja sem nær yfir þetta svæði og til þess að breyta svæðisskipulagi, það er ekki flugvöllur á svæðisskipulaginu þarna, til þess að breyta því þá þarf samþykki og aðkoma allra sveitarfélaga á Suðurnesju til þess að breyta svæðisskipulaginu. Þannig ég held svona á öllu sögðu að sveitarfélögin á Suðurnesjum flest öll séu svona sammála það að þetta sé ekki góð hugmynd og í öðru lagi hafi þá nokkuð sterka stöðu ef að menn ætla áfram og lengra með málið.
Nú það var annað í þessari fundargerð Heklunar sem er hér til, eða ég að vitna í hér sem að ég vil draga fram sérstaklega, og það að við ræddum þann möguleika og erum að byrja að skoða það í stjórn Heklunar hvort það geti verið gott og styrkt okkar svæði að fara í einhvers konar umhverfisvottun fyrir Reykjanesskagann á sama hátt og sveitarfélögin á Snæfellsnesi hafa gert og á Vestfjörðum líka. Þetta eru landfræðilega skýrt afmörkuð svæði, þessir skagar, þessi Vestfjarðaskaginn og Snæfellsnesið og svo þá Reykjanesskaginn. Og það auðvelt að sjá fyrir sig svona landfræðilega afmörkun slíkrar vottunar á þessu svæðum, og við erum að skoða það núna og ætlum að skoða það áfram hvort að það gæti hentað okkur að fara í slíka vinnu. Nú síðan að lokum bara langar mig í síðustu fundargerð bæjarráðs frá 27. janúar að upplýsa og lýsa yfir ánægju með 5. mál þar, að það sem sagt þegar við buðum út endurskoðun sveitarfélagsins og skyldra og tengdra stofnana núna í sumar síðasta, þá fengum við á okkur kærur frá öðrum en þeim sem að fengu verkefni eða voru lægstir, og kærurnar voru sem sagt til úrskurðarnefndar eða hvað heitir það, kærunefnd útboðsmála, já, og það tók svolítinn tíma fyrir nefndina að afgreiða málið. Það mikið að gera þar, margir að kæra, en þegar úrskurðurinn féll núna fyrir ekki löngu síðan að þá hljóðaði hann sem sagt þannig að það var ekkert í okkar afgreiðslu eða afstöðu eða málinu sem að þurfti endurskoðuna við. Þannig að svo ákvörðun sem að við tókum byggt á þeim upplýsingum og þeim útboðsgögnum sem að lögð voru fyrir og farið var eftir, og það var allt saman dæmt eða úrskurðað rétt aðfarið og fullgild ákvörðun. Þannig að endurskoðun reiknings 2016 hafin hjá Grant Thornton og þeirra starfsmönnum, og ég á ekki vonu öðrun að við náum að skila honum. Vorum orðin aðeins uggandi með það hvort þetta myndi tefja málið það mikið að við næðum ekki að ljúka endurskoðun í tæka tíð, en ég held að við getum að vera alveg róleg með það. Við munum leggja ársreikning fram á vormánuðum eins og lög og reglur gera ráð fyrir. Friðjón Einarsson. Forseti, mér langar aðeins að bæta inn í umræðuna hjá bæjarstjóranum varðandi Rögnunefndina, en það er athyglisvert að niðurstaða Rögnunefndar var að Hvassahraun væri besti kosturinn fyrir flugvöll í Reykjavík. En eins og við vitum að þá er Hvassahraun ekki í Reykjavík. En það er annað sem er athyglisvert sem þessi nefnd sem skipuð var að innanríkisráðherra og fulltrúar stýrihópur ríkisins, Reykjavíkurborg og Icelandic Group sem voru þarna inn í hópnum. Og að Ragna Árnadóttir var formaður, Þorgerður Katrín var fyrir hönd ríkisins og Dagur fyrir Reykjavíkurborg. Og það sem mér finnst líka dálítið merkilegt að könnun hópsins sem þeir gerðu snerist það nefnilega ekki bara Hvassahraun. Þetta hefur svona dálítið farið framhjá. Könnunin beindist að 4 nýjum flugvallarstæðum. Og það var Bessastaðanes, Hólmsheiði, Hvassahraun og Löngusker. Og síðan skoðaði stýrihópurinn líka breyttar útfærslur á legu flugbrauta í Vatnsmýrinni. En það var allt þurrkað út nema Hvassahraun. Og mér langar bara að ítreka þetta. Þetta sýnir vinnubrögðin í þessu verkefni frá upphafi til enda voru alveg stórfurðuleg. Og ég veit að minnihlutinn á þingi lagði fram breytingartillögu við þessa nefnd og að Keflavíkurflugvöllur er tekin inn í þetta verkefni sem því miður varð ekki, og það var engin leið að hleypa Suðurnesjunum að, engin leið, og Ísafía til að mynda kom ekkert að þessu verkefni. Þannig að þetta er dálítið stórt mál fyrir okkur og þetta gæti haft greiðlegar afleiðingar, þannig að við þurfum að fylgjast vel með og ýta á. Við erum búin að berjast fyrir þessu innanlandsflugi síðan ég held að fyrsta skýrslan frá okkur hafi komið 1994 frá Reykjanesbæ. 94-95, þá var gerð skýrsla um Reykjavíkur flugvöll þar sem hann uppfyllti ekki öryggisskilyrði.
og þá var gerður samningur í kjölfarið að flytja allt ferju- og millilandaflug til Keflavíkurflugvallar sem og einkaflug. En það hefur aldrei verið gert. Ferjuflugið er svona svipað á Keflavíkurflugvöll og Reykjavíkurflugvöll. Það var beitt einhverjum hækkunar endingargjöldum í Reykjavík tímabundið en held að það sé allt komið á sama stað aftur. Og síðan kannski það áhugaverðasta núna er það að ég veit ekki hvort það sé komið inn en fyrirhugað er bréf núna til bæjar sem að hvort það með ekki taka og leigu upp Patterson-flugvöllinn og búið þar til 2 nýjar flugbrautir yfirdekki af Patterson og fara að hefja innanlands- og kennsluflug þar. Þannig að það hefði margt að gerast. Það hafa ekki fleiri hvassi ljós. Forseti hefur tekið þá ákvörðun að greiða atkvæðum hverja fundargerð fyrir sig vegna annars máls í fundargerð nr. 1109. Þeir sem að samþykkt geta fundargerð bæjarráðs frá nr. 1108 er bennum að gefa merki. Fyrir utan annað mál. Gildir það alla bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokks. Það kemur náttúrulega skýrt fram afstaða manna í fundargerðinni sjálfri, þannig að já, það verður fært til bókar. Nú, en fundargerð nr. 1109. Baldur lýsti við hjálpsetu í bæjarráði og svo afstaða er komið fram. Fundargerð nr. 1109 sem er frá 27. janúar síðastliðinn. Þar hefur Magnea Guðmundsdóttir lýst yfir vanhæfi í öðru máli. Já, og tekur þar að leiðandi ekki þátt í atkvæðagreiðslu. Nú þeir sem samþykkt geta fundargerðina. Hún er samþykkt að öðru leyti því að Magnea tekur ekki þátt í, greiðir ekki atkvæði í öðrum lið vegna vanhæfis. Og þá var það fundargerð nr. 1110, þeir sem samþykkt geta fundargerðina. Hún er samþykkt 11.0. Og þá er komið að fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 17. janúar. Orðið laust. Kristinn Jakobsson. Forseti, þannig byrjaði ég óska eftir í að liðirnir samningar milli íþrótta- og tónlistarráðs og knattspyrnudeildar Keflavíkur og Njarðvíkur verði vísað í bæjarráð, vísað til bæjarráðs til frekari umfjöllunar. Það er ákveðin ákvæði í samningunum sem þarf að skýra út betur og ég komst að því að innkaupastjóri Reykjanesbæjar, hann hefur ekki lesið þessa samninga yfir og mér þætti vænt að í millitíðinni að ef að það er samþykkt að senda þetta til bæjarráðs aftur til umfjöllunar að hann læsi þetta yfir og þessa samninga yfir og gerði þá tillögu að breytingum. Þar sem það eru ýmis ákvæði þarna sem eru ekki nógu skýrar, ekki nógu skýr. Og ég skal byrja á því að það er rætt hækkun á útgjöldum bæjarins í þessum samningi frá síðasta ári. Óskaðar eftir skýringum, ég óskaði eftir skýringum og rökum fyrir hækkuninni. Byggingavísitala hefur hækkað 1,9% en hækkun á samningsupphæðunum 10%. Hver er ástæðan fyrir því? Og í 3. grein er rætt venjulegar vinnuaðferðir. Hvað felst í því hvað eru venjulegar vinnuaðferðir? Er þetta skilgreina þetta betur? Og ég held að innkaupastjórinn geti gert það betur að óska eftir að þessu skýrari ákvæði hvað þetta væri.
Og síðan er hérna í lok 3. greinar þá kemur fram að verkkaupi hafi rétt til þess að halda eftir lokagreiðslu. Þessi grein er óbreytt frá því samningnum í fyrra og því er spurt reyndi á þetta í fyrra. Samningum var ekki, að mínu mati var hann ekki uppfyllt alveg eins og hann var ekki gerður, hann var ekki framkvæmdur eins og samningurinn stóð til og hérna spyr ég var haldið eftir lokagreiðslum fyrir árið í fyrra. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég fer inn í þriðju grein fundargerðarinnar, samningur við knattspyrnudeild Keflavíkur um rekstur og umhirðu valla, sem og 4. grein samningur við knattspyrnudeild Njarðvíkur um rekstur og umhirðu valla. Fyrsta sem ég kannski segja um þetta mál er að þetta er ekki útboðsmál hjá okkur. Við vitum það að þetta er auðvitað styrkur, rekstrarsamningur við knattspyrnudeildina og gerir þeim betur í stakk búin til þess að sinna sínu starfi sem þeir eru að gera. IT-ráð ger ekki athugasemdir við þennan samning rekstur og umhirðu knattspyrnusvæði Keflavíkur og ég sé ekki ástæðu til þess að fresta þessu máli. Varðandi 10% hækkun í fjárhagsáætlun, við vitum að það hafa verið miklar launahækkanir á síðustu ári og þess vegna er þetta til komið. Þetta var rætt í fjárhagsáætlunargerðinni nokkrum sinnum. Þessi hækkun var kynnt þar þegar fjárhagsáætlun var gerð og þetta kemur þar fram. Verkkaupi heldur eftir lokagreiðslu sem mér finnst mjög gott og skynsamlegt að hafa, að ef verkkaupi er ekki að standa sig þá er þetta að halda eftir lokagreiðslu til að ýta á verksið unnin. Þessi samningur er að mörgu leyti betri heldur en samningur sem hafa verið áður. Það er krafist ákveðnar verklýsingar af þessum aðilum, þessum 2 aðilum og það er líka nýtt í þessum samningi að USK er orðinn eftirlitsaðili með samningnum sem er líka nýtt. Það er meiri fagmennska komin í þetta og þeirri nefnir það að verkáætlun er krafist að þá er í samningnum heimild til þess að kalla til sérfræðing til að fara yfir þessa verkáætlun og verkáætlun snýst um það hvað oft er slegið, alltaf 50 sinnum á ári, áburðarnotkun, sandur, keyptur og allt þar fram eftir göttunum. Það var að sumra mati hefur þetta gengið svona upp og ofan með þessa velli. Þeir komu allir vel út í fyrra. KSÍ gaf báðum öllunum mjög góð einkunn. Kannski mestu breytingarnar hafa verið á Njarðvíkurvellinum sem hefur tekið umtalsverðum breytingum undanförnum árum. Rótin hefur stækkað verulega og völlurinn er orðinn mun mýkri og betur heldur en var áður. Hann var ekki góður í upphafi og það var kannski dálítið hent til þess þegar það var byrjað. En hann er virkilega búinn að koma til og notkun á honum hefur líka aukist. Þar voru fleiri að æfa þar í fyrra heldur nokkurn tíman áður. Báðir þessir aðilar hafa keypt sér ný tól og tæki og er umhugað að standa sig í þessu. Þeir vita það að núna er ekki eftirlitsaðilinn, er ekki sérfræðingur sem hefur eftirlit með þeim, heldur komaðir beint að verkefninu. Það er að segja USK fyrir hönd Reykjanesbæjar hefur eftirlit með þessu og getur kallað til sérfræðing hvenær sem er og ef það kostar peninga þá er hægt að halda eftir greiðslu og ég er mjög jákvæður og ánægður með það. Þetta er verkefni sem ég er búinn að fylgjast lengi með, starfa við þetta sjálfur í mörg ár að reka við umhirðu grasvalla, bæði í Reykjavík út á landi og mér finnst hlutirnir hafa farið í betra lag. Ég hef talað við báða vallastjórana nú nýlega og þeir eru ánægðir núna, það hefur verið lagt meir í þetta hendi frá félögunum, þannig að ég er ánægður með það. En ég vildi bara ítreka það að mér finnst vera vel staðið að þessu og til ekki þess athugasemdir Kristins 10% hækkun eða að verkkaupi haldir eftir lokagreiðslu að það sé einhver atriði sem eigi að stoppa þetta mál. Takk. Gunnar Þórarinsson.
Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Fyrst vil ég vekja athygli á því og bara fagna því að þetta fólk, sundfólk, var tilnefnt íþróttakona og íþróttakall ársins, þau Þröstur Bjarnason og Sunneva Dögg Róbertsson. Það er gaman af því að þau hafi hlotið þetta hnoss að vera tilnefnd fulltrúar okkar í afraukum íþrótta. Nú hinu vil ég líka vekja athygli á að það virðist vera að notkun íbúa á íþróttamannvirkjum sé að aukast og þar á meðal fjölgar þeim sem að sækja sund í sundlaugum okkar, sundmiðstöð Vatnaverð og Njarðvík og fleira, þátt fyrir að við höfum sett gjald á og aukið gjaldtökur á notendur. Þannig að það er bara mjög áhugavert og sýnir það að við erum á réttri braut. Að þessu samningum þá er ég algjörlega á móti því að fara að vísa þessu niður í bæjarráð. Mér finnst það alveg óþarfi. Hér liggur fyrir ágætur samningur þar sem að deildirnar, knattspyrnudeildirnar báðar geta vel við unað en einnig bærinn þar sem að þetta er alveg áræðanlega ódýrara og betri aðferð, betri leið til þess að sinna þessum málum frekar en að bærinn myndi gera þetta sjálfur. Það er alveg óyggjandi hvort þetta hefur hækkað 8 eða 10%. Ég held að það að þáttaka í íþróttum, eins og við sáum áðan að það var alveg ánægja með íþróttirnar og íþróttastarfi hérna, það í raun og veru sýnir fram á það að það er verið að gera góða hluti í íþróttum og þar meðal knattspyrnudeildunum báðum. Ég held að þetta sé ágætis samningur fyrir sem sagt báða aðila, bæinn og deildirnar. Og hef ekkert í sjálfu sér við hann að athuga. Það verður gott eftirlit með þessu frá hendi bæjaryfirvalda og hægt að kalla til sérfræðinga ef að því er að skipta sem að fara yfir verkin ef að menn er ekki sáttir. Orðið laust. Það verður svona. Virðulegi forseti, aðeins svona fjölgunartölum þá er það auðvitað jákvætt það sé að fjölga í íþróttamannvirkjunum. Það er hins vegar minni fjölgun heldur en fjölgunum verður í sveitarfélaginu og það er aðeins 2% fjölgun í notkun íþróttamannvirkja, þannig að ég held að við þurfum að skoða svolítið þáttöku ungmenna í íþróttum. Það er reyndar 5% fjölgun í sundlaugunum sem er þá nær því að vera fjölgun bæjarbúa. Þannig að hún virðist vera svipuð, þannig að það er rétt sem Gunnar segir að gjaldtakan virðist ekki hafa áhrif hvað það varðar. En bara út af samninguna vil ég taka það fram. Ég hef engar athugasemdir við samningana við knattspyrnudeildirnar. Mér finnst eins og það er svona prinsippskoðun að ef að menn óska eftir því að fá málin í bæjarráð og ekki er nein sérstök pressa á málun að klára það, að þá styð ég slíka tillögu. Bæjarstjóri Kjartan Már Geirsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins út af þessu máli með samningana að þá held ég sér rétt að taka það fram að bæjarfulltrúi Kristinn Jakobsson, hann hefur átt í samræðum bæði samtali og bréfaskriftum við starfsmenn sveitarfélagsins út af þessu máli og
sem er á hinu góða, hann sýnir málinu áhuga, bara mjög gott. Og inn í samningana eru núna komin, það hafa verið gerðar hérna ákveðnar lagfæringar og ákvæði löguð, en greinilega ekki nægilega mikið að mati bæjarfulltrúans. En þetta samtal hefur samt skilað því að við teljum okkur vera með betri samningi höndum heldur en áður og hafðu þakki fyrir það, Kristín, þannig áhuga sem hún sýnir málinu. Og eitt af því sem að við getum gert núna fyrir utan að kalla til náttúrulega sérfræðinga sem að menn hafa svo sem getað áður en ekki að skera nú er að eins og hér hefur komið fram, umhverfissviðið er komið með formlega eftirlit með verkefninu og við getum líka kallað eftir reikningum og öðru slíku sem að umsjónarmenn allan íþróttafélögin þurfa þá að standa skil á upp á ábyrgðarkaup og við getum svona fylgst vel með þessu hvernig þetta gengur fyrir sig. Nú, varðandi innkaupastjórann, þegar ég fekk þessa fyrirspurn frá bæjarfulltrúa Kristni í dag hvort að innkaupastjórinn hefði lesið yfir samningana, þá svaraði ég því neitandi að hann er búinn að lesa yfir þá síðan og þó ég hafi nú ekki skriflegt eða formlegt svar frá honum við því, þá gerði hann ekki athugasemdir við þessa samninga að öðru leyti en því að ef er að ræða verkkaup, það gætir aðeins svona, ég heyrði einn bæjarfulltrúi hér áðan talaði styrk til íþróttafélaga á meðan að aðrir, og við lítum svo á og orðalag samningsins segir að hér séum við að kaupa ákveðna þjónustu, að þá ber okkur eftir, í lok maí 2019 að gangast undir ákveðin viðmið í sambandi við útboð og við þurfum kannski að skoða það hvernig og hvert eðli þessara samninga er og hvort að þurfum þá að bjóða þessa þjónustu út. En við hefðum átt, og það er svona hluti kannski að lærdómsferlinu hjá okkur núna, að sem svona aðlögun og undirbúning að þessum breyttu innkaupareglum hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga sem taka gildi í lok maí 2019, að þá hefðum við átt núna að tilkynna fyrirfram að það stæði til að gera svona samninga á útboðsvef, það heitir útboðsvefu.is, held ég örugglega. Þó að við séum ekki að fara að bjóða það út, þá hefðum við átt að tilkynna að það stæði til að gera svona samninga við íþróttafélögin. Það gerðum við ekki fyrirfram og skrifast bara á það. Við erum eins og allir aðrir í þessum opinbera að gera að smátt og smátt að læra að laga okkar að þessum nýju reglum sem taka gildi eftir 2,5 ár og það er svona hluti af lærdómsferlinu og ég skal bara taka það á mig og passa það að við reynum að fara eins nákvæmlega eftir þessum reglum og hægt er. En að öðru leyti gerði innkaupastjóri í munnlegu svari til mín áðan í dag ekki neinar athugasemdir við þessa samninga. Forseti vill spyrja bæjarfulltrúa Kristinn Jakobsson að því hvort hann í umræðinu hafa hann fengið þau svör sem að dögunum til þess að geta tekið þátt í atkvæðagreiðslu. Forseti vil hér með gera kunnugt að hann deilir þeirri skoðun Böðvars Jónssonar að sé það að ræða að einhver bæjarfulltrúi sé ekki tilbúin til þess að taka ákvörðun eða greiða atkvæði tiltekið mál vegna þess að hann hefur þarfnast frekar upplýsinga. Þá vill forseti gera það að tillögu sinni að 3. og 4. máli verði vísað til bæjarráðs. Þeir sem samþykkja það. Það er samþykkt 11-0. Þeir sem samþykkt geta fundargerðin að öðru leyti. Hún er samþykkt 11-0. Og þá er komið að 3. lið sem er fundargerð barnaverndarnefndar frá 23. janúar og hún er hér lögð fram en ekki til atkvæðagreiðslu. Þeir sem að vilja tjá sig fundargerð barnaverndarnefndar eru beðnir að gefa merki. Það er enginn sem gerir það en hún er lögð fram. Þá er komið 4. lið sem er fundargerð fræðsluráðs frá 27. janúar. Friðjón Einarsson gerir svo vel.
Forseti, mér langar aðeins að koma inn á þessa fundargerð sem hér er til umræðu og það er tvennt sem ég langar að nefna þetta. Annars vegar er það fjórða grein sem er þjónustusamningur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Mér finnst þetta alveg virkilega gleðiefni að hvað aukin samvinna Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Reykjanesbæjar hefur verið að aukast. Það er gaman að sjá það að samstarf er farið að vera meira og meira og vonast ég til þess og minni menn á að Fjölbrautaskólinn kom að menntastefnunni hjá okkur á síðasta ári og nú er verið að gera samning þjónustusamning sem gerð var í Fjölbrautaskólanum. Samningurinn félag meðal annars í sér að sálfræðingur fræðsviðs veita nemendur Fjölbrautaskólans ráðgjöf og stuðningsviðtöl. Og nemendur hafa nýtt sér þetta mjög vel. Það er annað í þessu sem ég hefði viljað sjá næst. Það væri samningur milli Reykjanesbæjar og Fjölbrautaskólans hvað varðar íþróttaakademíu sem rekin er í Fjölbrautaskólanum. En þeir eru að nýta mannvirki Reykjanesbæjar í þeim tilgangi. Ég þori ekki að fara með fjöldan sem er í þessari íþróttaakademíu en það er einhvers staðar 30-40 aðilar sem þar eru. Og það væri gaman að sjá að koma því samstarfi í einhvers konar samkomulag þar sem þá íþróttafélögin og Reykjanesbæjar ásamt Fjölbrautaskólanum standi betur saman að þessari íþróttaakademíu þar sem nemendur geta valið sér fög eins og til að mynda tónlist eins og þeir gera í dag sem er metin til eininga. Þá geta menn nota íþróttuna sína til þess að stunda íþróttuna sína 2 á dag, hvort það er sund, körfubolti, knattspyrna eða hvað annað. Þannig að ég fagna þessu og vona við getum haldið áfram á þessari leið. Annars sem ég langar að nefna í þessum samningi, þessari fundargerð afsakið, það er liðurinn önnur mál. En síðustu viku var haldinn fundur með öllum kennurum í Reykjanesbæ. Mjög góð mæting kennara í hljómahöllina. Voru þarna langt á 200 manns. Ásamt nokkrum kjörnum fulltrúum og fulltrúum fræðsluráðs og fræðsluskrifstofu. Þetta var samtali sem við höfum talað að taka við kennara, bæði sem lítur að bókun 1 og því að við heimsóttum skólana, bæjarstjóri og formaður bæjarráðs ásamt fræðslustjóra og starfsmannastjóra þar sem við ræddum við kennara þegar örgurum var sem mestur og uppsagnirnar voru miklar. Þá lofuðum við því að taka samtal og það var gert í hljómahöllinni og er ég mjög hreykinn af því hvernig það fór fram undir góðri stjórn fræðslustjóra og starfsmannastjóra. Vonandi er þetta byrjun á nýrri leið í samstarfi og ég hef trú á því að þetta muni skila sér til okkar á marga vegu. Sakna þess kannski að sjá ekki fleira pólitísku fulltrúa en ég veit að menn eru nú uppteknir og nóg að gera en þetta var mjög áhugavert og gaman að sitja hérna hálfan dag og spjalla við kennara. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós, þeir sem samþykkt geta fundargerð fræðsluráðs og bennum að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0. Þá er það 5. liður sem er fundargerð velferðarráðs frá 30. janúar, orðið laust. Það er enginn sem biður orðið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð velferðarráðs, það eru bennum að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0. Þá er komið að síðasta lið á dagskrá sem er breyting á skipan fulltrúa í menningarráði og okkur hefur borist tilkynning afsögn sem er svohljóðandi. Vegna persónulegra ástæðna segi ég mig frá nefndarstarfi í menningarráði Reykjanesbæjar og undir þetta skrifar Eva Björk Sveinsdóttir. Og þetta er hér með móttekið og ég vil þakka Eva Björk fyrir hennar störf í þágu menningarráðs sem hafa verið af miklum sóma og við þurfum því að kjósa nýjan fulltrúa í menningarráð og það er tillaga Guðbjörgu Ingimundardóttur, einhverja aðra tillögur
Já, og samkvæmt ábendingu þá hún jafnframt kjörin formaður menningarráðs. Það ekki aðra tillögur og þá telst hún því sjálfkjörin í það. Nú þá dagskrá tæmd og við gerum hlé á fundinum á meðan að gengið frá fundargerð. Forseti, fundargerð 514. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn Tjarnargötu 12, 7. febrúar 2017 kl. 1700. Mætt viðstaddir: Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Eysteinn Eyjólfsson,
Gunnar Þórarinsson, Kristinn Þór Jakobsson, Magnea Guðmundsdóttir, Kristín Jóhannsson, Davíð Páll Viðarsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kjartan Már Kjartansson, Ásbjörn Jónsson ritari og í forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál. Fundargerðir bæjarráðs frá 19. og 27. janúar og 2. febrúar 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Til máls tók Guðbrandur Einarsson og lagði fram eftirfarandi bókum bæjarstjórnar. Þar sem þessi bókum barst á rafrænan hátt, þá verður hún ekki lesin. Til máls tóku Böðvar Jónsson, Eysteinn Eyjólfsson, Kristinn Þór Jakobsson, Davíð Páll Viðarsson, Friðjón Einarsson, Magnea Guðmundsdóttir, Kristján Jóhannsson og Kjartan Már Kjartansson. Fundargerð 1108. fundar samþykkt 11.0 nema annar liður í fundargerðinni, Torsil, var samþykktur með 8 atkvæðum. Böðvar Jónsson, Magnea Guðmundsdóttir, Kristinn Þór Jakobsson greiddu atkvæði gegn málinu. Fundargerð 1109. fundar samþykkt 11.0. Magnea Guðmundsdóttir lýsti sig vanhæfa í öðrum lið í fundargerðinni og tekur ekki þátt í afgreiðslu hvað þannig lið fundargerðina varðar. Fundargerð 1110. fundar samþykkt 11.0. Fundargerð annar mál. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 17. janúar 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Kristinn Þór Jakobsson, Friðjón Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Böðvar Jónsson og Kjartan Már Kjartansson. Samþykkt að vísa 3. lið fundargerðina samningur við knattspyrnudeild Keflavíkur rekstur og umhirðu valla og 4. lið fundargerðina samningur við knattspyrnudeild Njarðvíkur rekstur og umhirðu valla til bæjarráðs 11.0. Fundargerðin samþykkt 11.0 að öðru leyti. 3. mál. Fundargerð barnaverndarnefndar frá 23. janúar 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Fundargerðin lögð fram án umræðu. 4. mál. Fundargerð fræðsluráðs 27. janúar 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðin. Til máls tók Friðjón Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11.0. 5. mál. Fundargerð velferðarráðs frá 30. janúar 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Fundargerðin samþykkt 11.0 án umræðu. 7. mál. Breyting á skipan fulltrúa í menningarráði. Eva Björg Sveinsdóttir hefur óskað eftir laust frá nefndarstörfum í menningarráði. Tillaga kom Guðbjörgu Ingimundardóttur sem aðalmann og formann og hún sjálfkjörin. Fleiri ekki gert. Þessum samþykja fundargerðina bænum að gefa merki. Hún samþykkt 11.0. Fundargerð verður því undirrituð og 514. fundi í bæjarstjórn Reykjanesbæjar hér með slitið. Það brjóti ekki bóð. Það hafi einhverju að fordæmi fyrir einhverju slíku. Já, já. Það er ekki svona mikið pláss. Það er nú það líka að skrifa aftan á það.